Við fáum einnig Gylfa Magnússon, nýjan viðskiptaráðherra og Rögnu Árnadóttur, nýjan dómsmálaráðherra til okkar. Tveir ráðherrar í nýrri ríkisstjórn eiga ekki sæti á Alþingi og hafa hingað til ekki haft nein afskipti af pólitík. Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra en hún hefur undanfarin ár starfað í dómsmálaráðuneytinu. Og Gylfi Magnússon nýr viðskiptaráðherra en hann hefur verið afar gagnrýninn í tali eftir að bankarnir hrundu og meðal annars kallað eftir uppstokkun í stjórnmálunum, stjórnkerfinu og fyrirtækjum. Og Ragna og Gylfi sest hjá Sigmari. Verið velkomin bæði til hamingju með nýju störfin. Takk þér. Svo kannski byrja þér, hvernig gerðist þetta hjá þér? Akkur allt í einu hringir símiðinn og þú beðir maður að ráðherra svona einhvern veginn alveg upp úr þurru? Já, ég get ekki svarað því svona beint en ég held nú að það sé bara, þetta mikið viðurkenning á mínum störfum held ég. Já. Og þetta náttúrulega starf sem krefst minnar þekkingar og reynslu og mikill heiður fyrir mig. Já, þurftur að hugsa þig lengi Ég hafði nú ekki langan tíma til þess að hugsa mig en ég hugsaði mikið. Já. Hvað finnst þér langan tíma til að velta þessu fyrir? Já, ég bara er ekki búin að reikna út hvað það var í klukkustundum. Það voru ekki margar. Nei, og þú er ákveðið að taka þetta að þér? Já, það er bara stundum þannig. Maður verður að hrökkva eða stökkva. Já. En þú hefur ekkert komið nálægt pólitík eða hvað? Nei. En ég hef reyndar starfað í kringum pólitíkina frá því útskrifast úr lögfræðinni. Já. Á þinginu, við nefndasviði þingsins, skrifstofu Norðurlandaráðs og síðan hef ég starfað í ráðuneytum. Já, þannig að þú í sjálfu sér veist nákvæmlega hvað ráðherrar er að gera þannig inn í ráðuneytunum en núna þarfst þú bara sjálf að setjast inn í stól og taka þessar ákvarðanir. Já, rétti það. Og það leggst í líðið, er það ekki? Jú, jú. En hvernig er með þig, Gylfi? Hvað finnst þú langan tíma til að velta öngum yfir því hvort þú vildi vera ráðherra í ríkisstjórn? Já, það var nú svo sem bara nokkra klukkutímar frá því að tilboðið var gert og þangað til að ég var að svara. En ég var reyndar í annarri stöðu en Ragna vegna þess að nafn mitt hafði verið í fjölmiðlum í nokkra daga. Án þess að nokkur spurði mig hvort ég hefði áhuga á starfinu. Já. Þannig að þetta kom ekki jafn óvænt upp á hjá mér eins og hjá henni. En hvað þegar þú varst að lesa þessar bollaleggingar í blöðum eða á netinu eða hvað þetta var? Hélstu þá að þetta væri bara eitthvað úr lausulofti gripið eða hvernig? Já, ég þarna var nú bara svona að gantast með það að ég gæti sett kannski í símaskrána að ég væri fyrrverandi tilvonandi ráðherra. Ég hafði nú ekki meiri trú á því en svo. Nei. En hvernig verður þetta hjá okkur? Það er svona að maður sá það í dag til dæmis í Fréttablaðinu að Baldur Þórhallsson var að benda á það sem að kannski er augljóst að þið hafið ekki þetta umboð sem að þingmenn hafa til þess að gegna þessu. Þið, bakland ykkar er í raun og veru annað heldur en annarra ráðherra þetta ekki? Jú, það má eiginlega segja að við sitjum bara á ábyrgð þeirra sem að fengu okkur til starfana og mynda pólitísku flokkana sem að mynda ríkisstjórnina en það breytir því svo sem ekkert að ráðherra ábyrgð okkar og ráðherra vald er það sama og ef við værum þingmenn fyrir það við erum ekki með atkvæðisrétt á Alþingi. Nei, en þið þurfum nú vantilega að sitja á þinginu þegar ekki, svara fyrirspurnum, leggja fram frumvörp og gera allt þetta sem að ráðherrar gera? Jú, ég gerir fastlega ráð fyrir því. Já, en hvað lest þú í þessu ummælum umboðsleysi? Þið komið úr annar átt heldur en hinir ráðherrarnir. Jú, en þetta er nú, stjórnskipanin gerir nú ráð fyrir þessu, að þetta sé hægt, að það séu utan þings ráðherrar og þú finnur nú ekki skýrari aðgreiningu á löggjafarvaldi og framkvæmdarvaldi en þessa. En það er vissulega þannig að við náttúrulega verðum að fara með okkar mál fyrir þingið, þau lagafrumvörp sem að við vinnum að og við verðum að tryggja þeim þá tilhlýðilegan stuðning. Við höfum ekki atkvæðisrétt, þannig að þetta er nú ekki alveg svona klift og skorið að við séum að starfa á ólýðræðislegum forsendum. Nei, en hvað gerist núna hefur ríkisstjórnin einhverja stefnu sem að hún er búin að móta sér svona pólitískt getur við sagt og kjörið fólk verið að möndlum hann og annað. Það vil kannski finna einhverju í framkvæmd í þínu ráðuneyti sem þú ert ekki endilega sammála. Hvað gerir þú þá? Já, sko, ég lít þannig á að þarna eru stjórnarflokkarnir búin að koma sér saman ákveðin mál. Verkefnalistinn, að það eru þarna nokkuð mál sem að heyra undir mitt málefnasvið og ég kem þá að þeim málum bara með mína faglegu þekkingu, reyna að setja því þann búning sem að ég er sátt við faglega, en það er vissulega þannig að þetta eru mál sem að stjórnarflokkarnir hafa komið sér saman og ég veiti þeim þá, svona kem þeim í gegnum þingið og þetta er í rauninni ekkert starf sem að ég er ókunnug. Ég er vön að vinna við gerð lagafrumvarpa og vön að fylgja þeim eftir í gegnum þingið en þetta er bara vissulega frá allt annarri hlið. Já, Gylfi, þú hefur haft
býsna stórar og sterkar skoðanir á því hvað gerðist í bankahrunni, aðdraganda þess og eftirmálanna jafnvel líka. Og nú ertu allt í einu komin í einhverja stöðu þar sem þú getur haft kannski miklu meiri áhrif á heldur en þú hafðir áður. Áttu von á því að geta gert mikið á þessum 80 dögum sem þú hefur til þess að færa málum nær því sem að þú vilt? Það er náttúrulega alveg ljóst að ég leysi ekki öll vandamál á 80 dögum, en ég held að það sé nú hægt að gera ýmislegt ef vel er unnið. Það er reyndar ennþá minni en 80 dagar sem að eru til þess að koma lagafrumvörpum í gegn. Ég væntanlega fer nú þingið í frí talsvert áður en að kosið er. Þannig að það er nú kannski ekki nema nokkra vikur til þess, en það er nú ýmislegt sem að ráðuneyti gerir sem að er ekki bara að koma lögum í gegn, og þessir 80 dagar þeir duga nú til þess að gera ýmislegt og þeir duga ekki til þess að leysa öll vandamál. Nei. Hvað ætlar að gera? Ég meina, nú er náttúrulega nýbúið að setja á stjórn fjármálaeftirlitsins og forstjórinn þar er farin? Já, það verður eitt af mínu fyrstu verkum að skipa nýja stjórn og sú stjórn svo auglýsir eftir nýjum forstjóra. Það má í raun og veru ekki dragast sem einu nemur, en það er samt rétt að benda á að eftirlitið er að fullu starfhæft og er með mann sem veitir því forystu og það er verið að vinna þar þó að stjórnin sé ekki, en hún getur samt ekki verið án stjórnar mjög lengi, það er alveg ljóst. Nei. En það hefur verið talað svolítið um fjármálaeftirlitið og menn hafa verið gagnrýnir á það. Tekur undir þá gagnrýni? Finnst þér fjármálaeftirlitið hafa staðið sig illa í aðdraganda bankahrunsins? Ég held að svo hugmyndafræði sem var bak við allt eftirlit með fjármálakerfinu, og það snertir reyndar ekki bara fjármálaeftirlitið, þetta er líka Seðlabankann, hafi verið í grundvallaratriðum röng, og þegar að hugmyndafræðin er röng að þá skilar starfsfólksins ekki tilætluðum árangri. Þannig að ég er sjálfsög ekkert að gagnrýna það starfsfólk sem að vann þarna sín störf sjálfsagt eins vel og það gat, en það var bara því miður með ranga sýn eða forystumenninir, pólitíska forystan og æðstu embættismenninir voru með ranga sýn á hvernig ætti að hefta fjármálakerfið. Það var þvert á móti raun og veru beinlínis ætlast til þess að þessar stofnanir væru ekki að hefta fjármálakerfið og vöxt þess, heldur að styðja fjármálakerfið í frekari vexti og útrás. Þannig að þessar stofnanir voru í vitlausu liði bara eða hvað? Já, þær voru bara beinlínis í vitlausu liði og nú ætlum við að sjá til þess að þær fara að vinna í réttu liði. Það sem er kannski rætt svolítið og það sem að snertir þitt ráðuneyti og mikið rætt núna þessa dagana, það er náttúrulega þessi sérstaki saksóknari sem að er tekinn til starfa og síðan er það efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Það er mikið verið talað um það að efnahagsbrotadeildin kannski þurfi meiri pening og væntanlega þó líka þessi saksóknari. Hvernig getur þú tryggt það að þessir aðilar sem eiga gegna svona mikilsverðu hlutverki núna á næstunni, að þeir hafa úr nægum fjármunum að spila og geti rækt sitt starf af einhverju skynsemi? Jú, rétti það að þetta er mjög mikilvægt hlutverk og efnahagsbrotadeildin hefur næg verkefni og nú vitum við ekki hvernig þetta æxlast með hinn sérstaka saksóknara, en hann er nú nýbúinn að hefja störf, en það er sjálfsagt eitthvað þar sem að kemur upp úr dúrnum. Og ég held að það þurfi bara að koma í ljós hversu mikla sérfræði aðstoð hann þarf, hversu mikil málafjöldin verður og hvernig þetta verður allt saman áður en að lengra er haldið. En það er alveg ljóst að það þarf að búa vel að þessum embættum. Er ekki alveg ljóst að þessi embætti þurfa meiri peningu en þau hafa í dag? Ég skal bara ekkert segja til um það. Ég meina, það er ekkert búið að koma í ljós hversu mörg mál til dæmis þetta verða hjá hinum sérstaka saksóknara. Eru þau í stakk búin í dag heldur til þess að mæta? Já, það er gott fólk sem að vinnur þarna og já, bara fastlega vona því að það geti rækt sín störf af skyldurækni og prúðmennsku. Ætlar að breyta ykkur í uppbyggingunni til að mynda í þessum málum? Nei, það er náttúrulega nýbúið að gera þessa breytingar. Það er nýbúið að setja á stofn þetta embætti sérstaks saksóknar og það er einmitt mjög sérstakt vegna þess að það sinnir bæði rannsóknum og saksókn efnahagsbrota og þetta á sér kannski, þetta fyrirkomulag á sér fyrirmynd hjá annars staðar á Norðurlöndum. Efnahagsbrotin eru mjög sérstök og það er mikið talað um það að það þurfi að vera mikið samstarf á milli rannsóknar og saksóknar. Sumir eru hræddir um það að þá glati saksóknarinn einhverju af sínu sjálfstæði en hann verið bent á það að saksóknari þarf að bera sín störf undir dómarann.
En hvernig, Gylfi, það hefur svolítið verið rætt skilanefndinar sem að heyra undir fjármálaeftirlitið og það er svona komið fram ákveðin gagnrýni á þær og það hefur komið fram gagnrýni á það að æðstu stjórnendur bankana sitja sumir hverjir enn. Er það eðlilegt? Ég held að það sé náttúrulega óhjákvæmilegt að talsvert af starfsfólki bankana starfi áfram. Það er einfaldlega að vera að sækja þekkingu þangað, en ég hef sagt það áður en tóku þessu embætti að mér þyki óeðlilegt að þeir sem að voru í efsta valdalaginu í bönkunum og tóku þær ákvarðanir sem að leiddu bankana út í ógöngur, að þeir komi að því að stýra nýju bönkunum áfram. Ég held að það fólk hafi einfaldlega sýnt að það var ekki á réttum stað þá. En þetta fólk sem var í næstefstu lögunum og er núna komið í efstu lögin? Það þarf bara að skoða það í hverju tilfelli. Það er nú kannski ekki allir sjálfkrafa úr leik þó að þeir hafi verið á einhverjum þrepum í skipuritu gömlu bankana, þannig að það þarf bara að skoða það. En að því að þetta snýst traust og trúverðugleika og allt það? Já, það er eitt af því sem að menn fá með því að skipta andlit og það er sjálfsagt ekki nóg að skipta bara bankastjóran og bankaráðin, það þarf að skipta fleiri. Já, ætlar að gera opinberar eða fara fram á það að þessar skýrslur endurskoðunarskrifstofuna bankana sem að áttu nú ekki að gera opinberar og þær verði gerðar opinberar vegna þess að fólk er að kalla eftir gagnsæi, það við þó að vita hvað gerðist þarna og svo krafir uppi. Ég hef ekkert skoðað það mál. Ég hef auðvitað almennt lindur miklu gagnsæi en það getur auðvitað verið að einhver plögg verði ekki gerð opinber, þannig að ég vil nú ekki gefa út neinar digurbarkalegar yfirlýsingar að allt verði gert opinbert en það verður vissulega almenna reglan að hluti verði upp á borðinu. Já, upplifir þú það eins og sumir hafa talað til dæmis að þessi bankaleynd að hún sé alltaf túlkuð of víðtækt, að það séu hluti sem þarf all undir sem að hæglega megi vera opinberir? Já, ég er alveg tvímælast á því og ég held reyndar að menn hafi mjög misnotað þetta hugtak og kannski ekki svo mikið hér innanlands en menn hafa notfært sér mjög þröngar reglur bankaleynd í Luxemburg og svo ekki sem talaði í Karabíska hafinu, greinilega til þess að fela eitthvað sem þolir ekki dagsins ljós. Og þá eru menn komnir langt út fyrir það sem á kalla eðlilega bankaleynd, þannig að það er eitt af því sem við hljótum að hugsa alvarlega í framtíðinni, hvernig hægt er að koma í veg fyrir að menn geri alls konar hluti sem þeir ætti ekki að vera að gera og komast upp með það vegna þess að það er falið í krafti bankaleyndar. Nú er þessi krafa uppi og það er svo sem hægt að spyrja ykkur bæði að því, það er þessi krafa uppi það að þeir sem að koma okkur í þessa stöðu að þeir sæti með einhverjum hætti ábyrgð og það er stundum talað það í opinberri umræðu með réttu eða röngu að þeir sitja á einhverjum eignum úti og annað. Er hægt að sækja þetta? Sko það er þannig með umræðuna kyrrsetningu eigna og eignir auðmanna að það gildar náttúrulega í mannréttinda ákvæðum vernd eignaréttar. Og við höfum þannig reglur að ef að menn eru grunaðir ákveðin afbrot, þá eru ákveðin úrræði í því sambandi. En ég held að leggja svona á línuna, það þarf lagabreyting og kannski eitthvað meira til. Þannig að það er flókið að verða við þessari miklu kröfu sem eru uppi? Já, ég meina, ég sé ekki að það verði gert að óbreyttum lögum og ég veit ekki, ég hafði stjórnarskrá, ég veit ekki hvað menn eru að tala hvort að það er bara svona almennt og yfir höfuð að leggja bara halda á allar eignir eða hvernig það verði, hvort að það sé þá bara nægilegt að maður eigi eignir eða hvað eða sem er til grundvallar en ég skil vel þessa kröfu en ég held að menn verði líka aðeins að hugsa það hvernig verði þá hægt að hrinda inn í framkvæmd. Já, og hvað segir þú við þessu? Er hægt að einhvern veginn að koma til móts við það fólk sem að vill ganga að eignum þessara manna og þú þekkir þá umræðu með réttu eða röngu, er eðlilegt að fara þá leið? Ég held að það sé mjög eðlilegt að þið opinbera leggi talsvert fé og mannafla í að rannsaka hvort að einhverjir hafa komið fé undan, svikið undan skatti eða með öðrum hætti ekki skila því sem að skila ber eða eru að fela eitthvað fé undan gjaldþroti. Það er mjög eðlilegt og reyndar bara mjög vel réttlætanlegt frá fjárhagslegu sjónarmiði að ríkið verji talsverðum peningum í þannig rannsóknir því að þær geta skila talsvert meira en til er kostað. En auðvitað verðum við á sama tíma að virða friðhelgi eignarréttarins og meðalhófsreglu og svona almennt góða stjórnsýslu. Þannig að við brótum auðvitað engin mannréttindi hvorki auðmönnum né öðrum
en ríkið getur beitt sér af talsverðu afli til þess að upplýsa það hvort að einhverjur eru reynd að liggja með eitthvað fé sem að þeim ber ekki. Já. Hvað ætlar að gera á morgun í vinnunni? Alltaf áfram að vinna. Já. Þú búin að kortleggja það eitthvað nákvæmlega hvað þú ætlar að gera? Já, það nú ríkisstjórnarfundur í fyrramálið. Já. Og svo það bara að halda áfram, það alveg nóg að gera. Já. Og þú? Já, það náttúrulega sama á dagskrá hjá mér, ríkisstjórnarfundurinn og svo það bara áfram. Ég verði í fjármálamarkaðinum fyrstu dagana, þannig að það verður að loknum ríkisstjórnarfundinum hlaupið í það. Já, gangu vel. Takk.